Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Í dag 14. júlí og maður finnur þá öllu að landið hreinlega allt í sumarfríi. Við brugðum okkur að bæ í gær og reyndum á Blönduós við Elvar tæknimaður og vorum þar að skoða húnavökkuna og það var óteljandi húsbílar sem við mættum á leiðinni. En það svo margt að gerast hér á Norðurland sem við ætlum aðeins að fara yfir í þessum föstudagsþætti og það við hæfi að byrja hér á Akureyri en í gær var vígð nýja rennibrautin við sundlaugina og þær eru hingað komnar Silja Dögg Baldursdóttir og Ingibjörg Ísaksen. Velkomna báðar tvær og til hamingju með gærdaginn. Takk fyrir og sömuleiðis. Já, þetta stórkostlegt bæði fyrir Akureyri en líka bara fyrir Norðurland að fá svona flotta rennibraut, það ekki? Ertu búin að renna þér? Já, ég skellti mér í gærkvöldi. Já, hvernig þetta? Í stuðið, þetta æðislegt. Já. Það var þetta mikil röð, það var röð fram úr dyrum, alveg þangað við lokuðum í gærkvöldi að miðnætti. En ég skellti mér í trektina og svo í fossinn. Það var gaman. Býtu trektin og fossinn, segðu mér, hvernig trektin? Trektin þannig að þú ferð ofan í röð sem mjög bratt og lendir ofan í skál, þar sem þú ferð nokkra hringi. Og svo ferðu ofan í gat og beint ofan í lendingarlaugina. Þetta allt svona svart, þannig að þú sérð ekkert hvar þú ert, eða? Jú, þú sérð það alveg, sko. Þetta ekki til að hræðast, sko, fyrir fólk með innilokunarkennd. Nei, þetta tekur skjótt af, en þetta mjög gaman og það fyrir mjög hratt. Og fossinn? Fossinn bara barnalaugin, barnarennibrautin fyrir ekki. Og mér sá að það voru hérna allir á öllum aldri að prófa hana. Já. Mjög skemmtilega. Og hvað það þriðja? Þriðja flækjan. Hún lengri og fyrir sveigi hingað og þangað. Þú verður ekki komist í hana eða hvað? Nei, röðin var svo löng. Já, verður hún vinsælust eða hvað? Ég veit ekki, nei, röðin var í rauninni bara þannig, það var bara ein röð og svo fóru allir í sitthvora rennibrautina. Hvað með þig, Silja? Ertu búin að fara fyrst í salibunna? Nei, því miður, ég á það eftir. Ég bara komst því miður ekki í gær en maðurinn minn og sonur fóru í sund og þeir báðir mjög spenntir yfir þessu. Hann fór reyndar ekki í trektina en fór í flækjuna og fossinn og hann var alveg himinsæll litli 5 ára guttinn með að hvað þetta var skemmtileg og góð ferð og ég hef eftir að fara margar ferðir með hann, ég alveg viss það. Hverju breytir þetta fyrir bara sundlaugina? Já, við sáum það nú bara í gær. Það var svo mikil gleði og gaman og þetta var stærsti dagurinn í sögu sundlaugarinnar. Hvað erum við að tala um að hafi rúllað í gegn margir? Já, tilfinning starfsmanna var að það væri í kringum 5.000 manns. 5.000? 5.000 og þá var klukkan 9:30, þá var enn að bæta í, sko. Já, þið verðið fljóta að borga þetta mannverki. Þetta bara frábært og ekki bara fyrir akureyringa eins og þú segir, heldur bara fyrir gesti líka. Já. Því að þetta aðdráttarafl og eflir bæinn bara til muna. Ég held við getum líka bara verið rosalega stolt af þessu og það núna eigum við eina flottustu sundlu landsins hér á Akureyri. Þannig að við getum bara verið mjög ánægð með að hafa komið þessum rennibrautum upp og maður heyrir að fólk spennt og mjög glatt yfir þessu og hinn var orðin gömul þannig að það var bara komið tími á að fara í þessa framkvæmd. Já, gerðu þið eitthvað meira svona fyrir þá sem þekki ekki alveg söguna? Nú veit ég að þið vitið hvert einasta fótmál hérna frá en svona fyrir áhorfendur gerðu þið eitthvað meira heldur en að byggja rennibraut? Já, í rauninni upphaflega ætluðum við að setja niður 2 rennibrautir. Það var upphaflega áætlun og þegar við lögðum á stað í verkefnið kom í ljós að það var ýmislegt viðhald. Það var í rauninni bara margt sem var komið á tíma varðandi viðhald og við tókum bara meðvitað ákvörðun það að bæta í verkefnið. Það hefur verið mikið rætt það að verkefnið kosti mikið og það alveg sannarlega rétt. Rennibrautin hins vegar á áætlun. Já. Hún stenst allar áætlanir, en við bættum í og við fórum í nýtt yfirborðsefni í Vaðlauginni og letum ný leiktæki þar sem að njóta mikilla vinsælda. Við steyptum nýtt kalt kar, þannig að við losnum við fiskikarið af bakkanum. Já, það vekur mikla lukku og bíða margir spenntir eftir því að fá það í gegn. Við erum líka að búa til 2 potta, nýja, 1 nuddpott og það að verða kröftu í stútar sem kom í staðinn fyrir nuddtæki sem var í pottinum. Við guðbaði. Svo verður vaðlaug þar og svona fossbuna sem var í gamla pottinum, hún verður einnig líka í vaðlauginni. Þetta ekkert allt búið ennþá? Nei, við ætlum að reyna að ljúka, við stefnum að því að ljúka þessu í haust
og sundlaugarinn þá í leiðinni. Þannig hvernig að ganga laugina núna? Er svolítið ógert, svona, getur maður stungið sig á einhverjum steinum svona? Ég myndi ekki segja að þú finnir endilega sko mikið fyrir á svæðinu sem opið. Allavega var ég ekki mikið var við það í gær að það væri, þú sér náttúrulega framkvæmdirnar, en það ekkert mála að ganga og þá ekki vera nein hætta á að stíga á steini eða eitthvað svoleiðis sko. Nei, þetta allt girt af bara. Já. Þannig að þetta öruggt svæði þetta. En var ekki íslenska leiðin á þessu? Það var verið að vinna alveg fram á síðustu mínútu. Jú, í rauninni má alveg segja það. Við vorum að brasa í ljósunum, aðgangsstýringunni. Já. En þetta tókst ótrúlega vel og margir sem komu að verkinu og mér langar kannski til að nýta tækifæri hérna og þakka öllum sem komu að þessu. Starfsfólki Akureyrarbæjar, verktökum og starfsfólki sundlaugarinnar sem gerði okkur kleift að geta rennt okkur til miðnættis í kvöld og aftur, og í gærkvöldi. Og kannski sér í lagi Kristjáni Snorrasyni sem var vakinn og sofinn yfir verkefninu. Hver hann? Hann var verkefnastjóri yfir þessu og hefur stýrt þessu frá upphafi og mun stýra þessu til enda þegar þessu lýkur hún í haust. Já. Það hvílir mikið á honum. Heldur betur. Þurfti að svara ansi mörgum símtölum í sumar. Hvernig hafa bæjarbúar brugðist við almennt? Þetta auðvitað svolítið rask og það kannski reynir pínu á þolinmæðina hjá fólki hafið fengið mikið af kvörtunum, margar kvörtanir? Nei, í rauninni ekki mikið af kvörtunum finnst mér. Mér finnst meira bara vera spenningur hvenar við komumst í rennibrautina og fólk virðist vera mjög spennt fyrir framkvæmdinni og hlakka til að komast í rennibrautina og sjá sundlaugina verða eins glæsilega og hún verður. Þegar hún verður alveg tilbúin, allt verður klárt. Þannig að ég hef ekki mikið fundið fyrir svona einhverjum pirringi yfir framkvæmdinni sjálfri Nei, ég held að fólk hafi líka bara leitað annarra leiða. Farið í sundlaugar kannski það sem rennibrautir, ef þeim hefur langað það á annað borð. Auðvitað hefur þetta áhrif á svæðið og aðsókn að einhverju leyti, það bara skiljanlegt. En nú þetta komið, allir himinlifandi og glaðir og spenntir. Hvernig væri nú bara, við færum aðeins að breyta þessum móral og bara þakka svolítið fyrir það sem við eigum og ekki alltaf vera tuðir einhverjum smáatriðum. Það væri auðvitað bara frábært. Það ekki fallegur heimur þannig. Jú, og ég held að við þurfum bara öll að líta í okkar eigin barm hvað það varðar. Já. Og við getum verið rosa stolt af þeim mannvirkjum sem við erum með hérna á Akureyri. Og það alveg ótrúlega mikið af flottum og glæsilegum mannvirkjum og standardin hjá okkur hár sem getur bæði verið gott og stundum flókið líka en við getum alveg verið mjög stolt af því sem við höfum hér. Já, haldið ekki að ferðamenn bæði erlendur og innlendir eigi eftir að nýta sér þetta vel? Alveg klárlega og maður heyrði það alveg í gær á þeim ferðamenn sem voru hérna. Þetta mest heimsótta mannvirkið hérna á Akureyri. Já, það bara þannig. Það bara svo miklu munar því að það um 360.000 á ári sem heimsækja laugina. Þannig að það bara komið tími til að taka þetta mannvirki í gegn, gera það að einu glæsilegasta sundlauga mannvirki á landinu og ég held að okkur muni bara taka stað í haust þegar öllu líkur. Það var eitthvað pínlítið misskilningur held ég varðandi aðgangseyri. Ekki bara þú borgar eitt gjald og kemst í allt sem að sundlaugin hefur upp á að bjóða? Jú, í gær vorum við með frítt í laugina og núna mun bara allir borgað sín aðgangseyri og geta rennt sér eins og þeim listir. Þannig að árskortið dugar í rennibrautina og þetta bara glæsilegt og bara til hamingju með þetta. Og við vonum bara fjöldin verði bara 5.000 á dag. Þá hættir fólk að tala hvað þetta kostaði. 400 milljónir, það einhver ósköp þegar uppi staðið? Já, ég meina það auðvitað heilmikið fé, en við erum bara sannfærð það að því vel varið og við erum bara virkilega stolt af þessari framkvæmd. Og bara viljum óska bæjarbúum innilega og nærsveitungum innilega til hamingju með þetta. Já, og bara ég tek undir það með ykkur og takk fyrir þetta. Við ætlum að fara í bæ hérna rétt við hliðina sem Blönduós. Þar einmitt líka glæsileg sundlaug og flott mannvirki sem líka hægt að heimsækja hér norðanlands og þar stendur yfir Húnavaka. Við ætlum aðeins að fá að hitta bæjarstjórann.